Reiknaðu flatarmál og ummál þessa samsíðungs. Til að reikna flatarmál samsíðungsins þá hef ég áhuga á grunnlínu og hæð. Grunnlínan þessi hlið hérna sem merkt AD. Hún merkt hérna AC fyrir mistök en það á að standa hérna AD. Ok, grunnlínan sem sagt 7 cm. Hæðin þessi rauða brotalína hérna og hún 5 cm. Það vill þannig til að ég veit þá grunnlínuna og ég veit hæðina. Ég margfalda þá bara saman. 7 x 5 35 og cm x cm þá cm í öðru. Þannig að flatarmáli 35 cm í öðru veldi. Ummál hins vegar, þá ætla ég að labba hringinn í kringum fyrirbærið. Ég ætla þá að byrja hérna í A-punkti, labba yfir í D, upp í C, yfir í B og heim aftur yfir í A. Ég veit þessa hlið hér AD og ég veit þessa hlið hér BD, það báðar 7 cm. Ef ég finn þessa hlið hér, þá veit ég þessa hlið hinum megin hérna, þessa skálinu og ég þarf þá bara hreinlega að finna hana. Og eina leiðin til að finna þessa hlið hér í gegnum Hornafellin, vegna þess að þegar við skoðum þennan þrýting hérna, hann mun hjálpa mér við að leysa og finna þessa skálinu. En ég veit bara eina hlið, þannig ég get ekki nota Pýþagóras, en ég veit öll hornin, 90 gráður, 60 gráður og þetta þá 30 gráður. Ég ákveð að standa í 60 gráðunum og ég veit mótlægur hliðina og ég ætla að finna hérna langhliðina. Það þýðir ég að fara að nota sin-formúluna. Sin-formúlan þá hornið 60 gráður, jafnt og mótlæga hliðin deilt með langhliðinni sem ég kalla hérna X. Ég hef merkt hana hérna með rauðu X-i. Finnum þessa langhlið. Ég byrjaði að koma hérna X-inu upp á strik, þá margfalda ég með í báðum megin og þá dettur það út hérna hægra megin og þá komið hérna yfir hinum megin, vinstra megin. Næst þarf ég að losna við þetta sin af 60 gráðum, þannig ég deili með sin af 60 báðum megin, þá fer það hérna vinstra megin og þá komið hérna hægra megin. Þannig í raun og veru X-ið og sinið hreinlega bara að skipta sæti. Tökum 5 og deilum með sin af 60 gráðum, þá fæ ég út að þessi langhlið 5,77 cm. Þá veit ég núna allar hliðarnar, það að segja hliðin AD, DC, BC og AB. Og það þá 7 plus 5,77 plus 7 plus 5,77 eða samtals 25,54 cm.